Þannig við ætlum að gera hérna dæmi frá því árið 2018. Það dæmi, grunnurinn af því er hér. Þannig að opnum þetta hérna og gerum bara svona, opnum nýjan Visual Studio Code sem er bara í þessari möppu. Þannig að við erum bara með þessar skrár hérna. Og þá var í raun þetta verkefni sneri að því að búa til viðmót sem að leyfa manni að búa til svona to-do-lista. Bæta við, breyta, eyða og klára verkefnalista. Og það gefur sér HTML-skjal sem við getum skoðað hérna til hliðar. Og það er í raun með einhverjum grunnverkefnum og við hefum að geta klárað þau, eytt þeim eða breytt þeim. Þannig að hérna er þetta í raun sækjaverkefni, kláraverkefni og skilaverkefni. Og þannig að sjáum við í raun þetta template fyrir í raun hérna hvert item. Það er gefin ákveðin hérna JavaScript-virkni. Browser-sync er uppsett, ég gleymdi nú reyndar að senda það hérna, en við skulum samt gera það. Þannig að við skulum keyra hérna npm init yes, þetta gerur bara yes við öllu. npm install save dev browser sync og ESLint. Svo klárast þetta. Þá ætlum við að hoppa inn í package.json með þetta klárast. Komum svo. Já, við getum reyndar á meðan getum við sett þetta upp hérna. Þannig að við ætlum að opna þetta. Höfum þetta síðan svona hlið við hlið. Lokum þessu. Nei, þetta viljum við það ekki. Wow. Nú gerist eitthvað svakalegt hérna. Nú er vafrinn minn alveg frosinn. Lokum þessu bili. Hvað er að trufla í greið mitt? Ok, hann er poppa hann inn. Ok. Nú höfum við þetta bara bæði hérna. Hoppum inn í package.json. Bætum við browser sync. Keyrum núna npx ESLint init. Og þá kemur hérna to check syntax, find problems and enforce code style. Við erum ekki með neitt í raun moduleskerfi, þannig að við erum bara none of these. Við erum ekki að nota framework. Við erum ekki að nota TypeScript. Við erum að nota browser. Við ætlum að nota popular style guide. Við ætlum að nota Airbnb. Við ætlum að hafa þetta í JavaScript og við viljum installa í raun þessum reglum sem við ætlum að keyra. Þannig að nú getum við séð hérna að við erum ekki komið með ennþá. En hérna, núna erum við komið með þessa skrá sem að segja til hvaða kerfi við erum að vinna með. Þannig að núna opnum við þessa skrá. Nú er þetta að keyra við erum að keyra þetta í annarri möppu sem að er með ESLint skrá fyrir ofan sig. Og hún er í raun að segja að það sé að það er konflikt þarna á. Ég veit ekki hvort ég geti resolva það konflikt. Ég vill ekki þetta. Ok, þannig að get ég ekki. Jú, það er planið, þetta er bara, þá þarf ég að gera þetta tilbaka líka. Þannig að, jú, vissulega, það er það sem við gerum í dag. Reveal and Finder. Förum hérna. Færum hana í heilsinni yfir desktopin. Ok, færum hana yfir í Documents. Förum í Documents, drögum þetta svona. Oh my god. Svona. Ég glemdi að segja eitthvað. Geggja stöf.
svona. Ok, núna initializer og núna fæ ég fullt af einhverju hérna. Text was used before it was defined. Þetta ekki notað. Og það eitthvað alls konar. Þannig að núna erum við að fá þessar villur. Hérna allir unexpected console og þá villan hérna, ég þarf að draga myndavélarnar mínar hérna. Og hún að segja, ég smelt á hérna, þá fæ ég upp upplýsingar það af hverju þetta. Og þá þetta it's considered the best practice to avoid using methods on console. Source messages for debugging purposes are not suitable to ship to the client. Þannig að þá verið að gefa ástæður, hvað vitlaust og hvernig þetta lítur þá rétt út. Þannig að hérna getum við sagt með ég vill leyfa console error og ég vill leyfa warn. Þannig að þá getum við breytt og sett þessa reglu inn. Þannig að svona hægt að skoða fyrir hverja einustu reglu og sjá ástæðuna fyrir þeim. Þannig að þetta mjög góð leið til að fá sens á það af hverju eitthvað að segja mann að gera ekki eitthvað. Þannig að núna getum við farið hérna og getum gert npm run dev að því við settum upp browsersync. Þannig að þá þetta það sem gefið og hérna viljum við geta að þetta hérna yfirstriki, þetta eyði, þetta bæti við og ég geti smellt á þetta hérna til að breyta hlutunum. Þannig að hérna hefur við gefið einhvern grunn og þessi grunnur, ef við bara minkum allt hérna því að þetta skiptir svo sem ekki neinu máli eins og þetta keyrir allt saman, að þegar dommið hefur lótað þá ætlum við að finna hérna formið okkar sem þá allt formið hér, öll itemin sem þá öll stökin hérna inn í þessum uli-lista og við viljum keyra það í text.init og þá erum við hérna að nota þetta module pattern sem erum við að segja að þessi allir kóði hérna hann hjúpaður frá öðrum kóða og hérna þarna inni föll þar sem við erum verið að benda okkur á hérna segja ok, hérna einhver event handler fyrir það að klára færslu, fyrir það að breyta færslu, fyrir það að klára að breyta færslu, þannig að það eitt sem að leyfir okkur að breyta henni og svo annað sem að committar breytingunni, bæta við, eyða og hérna síðan eitthvað hjálparfall til að útbúa element. Þegar við erum að búa til þetta hérna út frá þessu skapalóni sem að við höfum hérna í HTML skælinu. Þannig við erum að búa til þetta. Ok, þannig að það sem við getum gert núna að við þurfum einhvern veginn að byrja á því að velja bara hvar viljum við byrja. Það sem við getum byrjað á hérna bara að til dæmis delete item. Það bara mjög tiltölulega einföld aðgerð, en þá þurfum við samt áður en við getum gert það, þá þurfum við einhvern veginn að sækja þessi grunnverkefni hérna. Þannig að við getum, þessi takki hérna, það þarf að virka þegar ég hleðin skjælinu og svo fyrir nýja hluti sem ég bæti inn hérna. Þannig að byrjum bara að láta þessa takka hérna virka. Þannig að ég er með hérna bara sínlausnað þetta hliðar til að spara mér klikk, en það sem við þurfum þá að byrja því að gera það að láta alla þessa hluti sem eru í items hérna, láta þá virka. Þannig að við þurfum að gera eitthvað við þá. Þannig að við þurfum í raun að ídra í gegnum þá og tengja við viðeigandi hluti innan þeirra virknina sem við viljum. Þannig að við viljum þá segja hérna for let item of items, en það í raun ekki nóg að þegar items, ef við skoðum það, þá það document query selector items. Þannig að það gefur okkur fylki sem utanum allt þetta hérna. Það gefur okkur ul-listan, ekki li-listan. Þannig að ef við keyrum þetta hérna í vafranum, þá fáum við bara ulið. Við viljum ídra í gegnum allt hér. Þá sjáum við að þau heitir item. Þannig að þá getur ég sagt items, query selector all item. Þannig að þetta sækir þá öll itemin undir items og ídra í gegnum hvert og eitt þeirra. Og þá ætlum við að segja bara eins og checkbox. Það þá item.query selector og þá sjáum við hérna, ef við skoðum þetta, checkbox. Þannig að við ætlum bara að segja
eða það er hérna item.checkbox, við getum notað þann selektor líka. Item checkbox, þannig að þetta er einhvern veginn að nota BEM, þannig að þetta er einhvern veginn svona passar vel við þetta. Og þá er ég búinn að finna unexpected, hvað gerir ég villst hérna? Já, svona á þetta að vera. Nú er hann aftur eitthvað iterate við hvað er já, ok, þetta er svo restricted syntax, þannig að ég ætla hérna að ég ætla að leyfa þess að vera, af því ég veit að þetta mun keyra í Chrome og ég er ekki að hugsa aðra vafra. Ef ég væri til þess að fara að gera þetta og ég myndi láta þetta vilja virka í Internet Explorer, þá myndi ég ekki geta notað for off. Þannig að ég ætla að segja bara disable no restricted syntax for the entire file. Þannig að þá fer þetta hérna upp og þá getum við gert þetta hérna. Ok, svo keyrum við þetta, þannig að við finnum checkboxið. Þannig að þá erum við búin að finna þetta checkbox í þessu hérna itemi og svo heldur áfram niður. Og þá ætlum við að segja checkbox.add event listener click, þá að vera finish. Þannig að þá er það hérna, event handli fyrir það að klára færslu. Ok, þannig að nú erum við búin að gera það. Þannig að núna ef ég gerir hérna, þá gerist ekki rétt, en ef ég gerir hérna console log svona, þetta er svona, ef ég gerir clo, þá fæ ég svona snippet, og þá get ég ítt á tab og þá fæ ég hann út, og þetta er svona mjög fljótleið til þess að console log eitthvað, og þá gerir ég hérna, þá fæ ég núna mouse í vektin, þannig að núna veit ég hvaða elementi verið að vinna á. Þá ætla ég að segja, ok, þetta er endar bara frekar einfalt, af því að ég ætla að leyfa mér það, ég ætla ekki að hafa einhverju svona mjög djúpa villimeðhöndlun, þannig ég ætla bara að segja e.target, og þegar eins og við munum, þá target er það sem að innst, það sem við að klikka á, þannig að það verður í raun checkboxið okkar. Parent node, að þegar við skoðum í raun hvernig HTML lítur út hérna, þá er í raun það að segja það sé búið, er í raun bara að segja þetta item done klassin á að vera á iteminu. Það er engin krafa að gera neitt flóknar en þetta. Við erum í raun bara að búa til viðmótið, við erum í raun ekkert að geyma gögnin eða gera eitthvað svona flóknar þarna bakvið. Við erum í raun bara að einbeita okkur að því að láta viðmótið virka. Þannig að þegar ég íta á þetta, þegar ég toggla checkboxið, þá ætla ég að athuga í raun, er checkboxið checkað? Ef svo er, þá ætla ég að setja þetta. Ef ekki, þá ætla ég að fjarlægja þetta. Þannig að þá get ég sagt, hver er ég? Hérna, finish, þá er það parent node.class list toggle item done. Af því þarf í rauninni ekki einu sinni að vita hvort það sé togglað eða ekki. Af því að ef það er togglað eins og það er í byrjuninni, þá er þetta class á, annars er það ekki á. Þannig að það er í rauninni nóg fyrir mig bara að toggla þetta. Þannig að í byrjun, þannig að núna ef við gerum þetta, sko, og nú togglast þetta af þessu hérna. Ok, nefnum við búið með þetta. Þannig að nú getum við farið í næsta og þá bara höldum áfram niður listan. Þannig að þegar við ítum á eitthvað hérna, þá ætlum við í raun að breyta, við geta breytt þessum texta hérna. Þá er það bara sama og við vorum með hérna fyrir ofan. Og svo núna erum við að sjá hérna eins og það fullt af einhverjum svona skemmtilegum villum. Þannig að við tökum þetta til þess að uppfylla þessu fyrir ESLint. Þá færum við þetta hérna niður. Þetta er eitthvað sem er búið að nota frá ofan. Þannig að búum bara til eitthvað svona textel, stutt fyrir text element, segjum hérna const. Ok, þannig að núna þegar ég ít á textan þá ætla ég að gera edit-fallið. Og edit-fallið er hérna. Og þar ætlum við þar þurfum við aðeins að gera meiri hérna æfingar. Þannig að við þurfum að byrja að vita hvað var ítt á. Það er targetið. Hérna er ég að destructa því yfir í target-breytuna. Síðan vil ég vita hvað stendur í henni. Það er text content. Það er textin sem er hérna í klára verkefni. Og svo vil ég vita hvað er parentið. Og það kemur úr target. Því ég vil vita hvað parentið er, því ég þurfi að skipta út fyrir input og skipta svo aftur út
fyrir texta þegar ég er búinn að breyta því. Síðan ætla ég að segja parent node, þannig að parent node sem að inniheldur þetta, ég ætla að fjarlæga childið, remove child og það er target. Ok, þannig að eins og við erum komið með þetta núna, þá smelli ég á þetta, þá hverju textin. Þá byrjum við bara fjarlæðið í nóðuna út úr domminu. Ok, og þá er ég að setja eitthvað í staðinn. Þannig að það sem ég ætla að setja í staðinn er input. Og það er input sem á inniheldur það texta sem ég get á skrifað, blablabla, nýtt heiti og síðan ítt á okkur taka. Þá keyrist þetta commit sem að snýru sér þá við. Fjarlægir inputið og byrtir aftur textan. Ok, þá ætla ég í raun að búa til input og þá hérna þyrfti ég að gera hérna document create element. Þá ætla ég að nýta mér þetta hérna, ég ætla að búa til þetta hjálparfall. Ég ætla bara að copy-pasta sem er eiginlega alveg svo við vorum með áðan. Nema við búum til elementið með document create element. Ef það er eitthvað class name hérna, þá ætla ég að bæta því við. Og ef það er eitthvað click handler, þá ætla ég að bæta honum við. Þannig að núna er ég í raun ekki að hugsa að bæta við textanóðum, þetta er ég að hugsa að bæta við í raun class eða click handler. Ok, þannig að nú getur nýtt mér þetta og það sem að ég ætla þá að búa til er input, þannig að ég ætla að gera el það er það bara input síðan er til klassi það er til hérna CSS klassi sem að stílar þetta rétt til og hann er bara item edit, þannig að ég ætla að bæta honum við. Ég ætla ekki að bæta við neinu click handler. Hins vegar þá þarf ég, ef við gerum þetta svona og segjum síðan parent node insert before input. Nei, fyrir ekki, þetta er aðeins hérna orientera mig button já, joke. Ok, þannig að ég vil finna takkan ég vil finna takkan hérna, þennan takka og ég vil setja fyrir framan hann nýju nóðuna mína, þannig að þá verður þetta svona þá er hún kvart hérna yfir el, við skulum færa það upp, svo þetta, hún kvart yfir þessu, hún ætla að vinna út þennan, hún ætla að setja svona, hún ætla að setja kombu, færum þetta, þá hingað upp, drögum þetta rétt inn, ok, og við vorum að vinna svona, við erum hérna. Ok, þannig að nú erum við búin að fjarlægja parent node targetið og við ætlum að setja síðan inn nýja inputið okkar fyrir framan takkan. Þannig að núna ef við gerum, þá fáum við núna inputið hérna og það er þá staðsett fyrir framan takkan. En núna viljum við reynda að setja síðan textar hérna inn í, það vantar text content hérna. Þannig að við ætlum að segja input, set, attribute, type text líka, svo þetta sé rétt, þetta er rétt input, svo þetta sé input.value er text content og síðan ætlum við í raun að gera, þegar við vistum þetta núna, við smellum hérna, þá fáum við textan, en þá getum við ekki byrjað að skrifa strax, þannig við viljum líka setja fókusin inn í, sem er svona eðlilegt það sem við myndum að gera hérna. Þannig við ætlum að segja hérna input.focus og það er þá eitthvað sem að segir fókusnum á vafranum að fara þangað inn. Þannig að þá fæ ég fókusin hérna strax og þá get ég bara byrjað að skrifa eitthvað hérna. Ok, en núna viljum við eitthvað gerist þegar ég skrifa eða þú veist, hvernig þetta hérna virkar. Þannig að við ætlum að segja virknið þannig ég skrifa, þegar ég ít á enter þá á ég þá hann að detta inn í að hætta að edita þetta. Og þá ætlum við að gera þetta í commit og þá ætlum við að segja bara að við þurfum að vita hvenær er ítt á enter. Þannig að við þurfum að setja hérna input at event listener key up. Þannig að við ætlum að hlusta eftir enter-lyklinum og það er þá commit fallið sem er hérna fyrir neðan. Þá kvartar það hérna yfir commit þarf að vera fyrir ofan, færum það fyrir ofan.
Ok, og þá allar í raun commit, það skiptir það máli er í raun að vita hvað er key-code-ið sem er að koma og hvert er targetið. Svo athugum við, ef að key-code er ekki sama og það sem við höfum hérna uppi, enter key-code, sem er númer 13. Þannig að, já, við erum hérna. Þá ætlum við bara að returna, þá gerum við ekki neitt. Þá bara má við komandi bara skrifa eins og þau vilja. Drögum þetta inn rétt hérna. Annars, þá þurfum við að vita gildið, sem er þá gildið úr inputinu og parent node-ið úr target. Þannig að við erum að gera bara nákvæmlega eins og við vorum að gera hérna. Við þurfum að vita þessar upplýsingar. Nú þurfum við að vita ekki text content, þetta eru value-ið, þetta er með input. Það er dynamist, við þurfum að vita hvað það er á hverjum tímapunkti. Síðan ætlum við að fjarlæga remove email listener. Þegar núna erum við að fara að fjarlæga þessa nóðu. Ef við fjarlægum ekki email listenerin af henni, þá skiljum við eftir einhvern hlut í eðernum sem er ekki búið að aftengja. Þannig að þá veit browserinn ekki að það má hreinsa upp minnið og við getum farið að leka minni. Það getur orðið minnisleiki í forritinu okkar ef við fjarlægjum ekki email listerina. Þannig við ætlum að segja fjarlægjum key up commit email listerin. Þannig að við erum í raun að fjarlægja nákvæmlega email listerin sem við setjum hérna. Já, hann bara segja vantar svona. Þannig að hérna. Þannig að við fjarlægjum hann, þannig að þetta er bara andstæða aðgerðin við þetta hérna. Síðan þá ætlum við að búa til í raun textan okkar upp á nýtt. Við ætlum að fjarlægja eins og við vorum með áðan og við ætlum að inserta þessu aftur fyrir framan. Þannig að gerum bara svona og búm, þetta er komið. Þannig að við ætlum að fjarlægja alveg sem við gerum áðan. Við ætlum að búa til text hérna. Og það sem við erum að gera síðan hérna líka er að bæta við edit. Þannig að við getum í raun bara edita einu sinni, heldur þegar við klikkum næst, þá getum við í raun byrjað þessa hringrás aftur. Þannig að þá bætum við þessu hérna aftur við. Þannig að þá erum við aftur komið með við getum ekki uppfyllt bæði þetta hérna, define before it was used, og þetta hérna sem define before it was used, af því að þetta vísar í hvort annað. Þannig að við segjum bara hérna, við vitum núna okkur, við ætlum bara að fjarlægja þetta fyrir þessa línu. Síðan bætum við textanóðunni fyrir valjúið, þannig að þá verður þetta eins og þetta hérna. Síðan finnum við eftir takkan og bætum þessu texta við fyrir framan takkan. Þannig að ef við vistum núna, þá getum við gert hérna núna, bla 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 bla, ít á enter, kemur upp villa. Fail to execute insert before on node parameter 1 is not of type node. Þá getum við séð í raun hvað þetta er. Parent node insert before text button. Já, út af því ég gleymdi að setja hérna text el. Þannig að hún var að fara að setja inn text sem var vísun í þessi hérna breytu sem var bara ekki neitt. Engin veit hvað það er. Þannig nú get ég gert hérna, bla 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 bla, enter og við fórum tilbaka, ég get gert aftur, svona, ég get gert þetta. Ok, eitthvað að gerast. Þannig að þá það sem er næst að bæta við, en við slum klára samt delete fyrst. Það sem við ætlum að segja delete item, nei ekki hér, heldur hér. Þannig að við ætlum að gera nákvæmlega sama, við ætlum að finna alla takkana sem geta deletað og við ætlum að binda delete item handlirinn við þá. Svo delete gaurinn, hann í raun þannig, hann ekki alveg jafn einfaldur. Það raun einfaldasta í þessu öllu saman í raun að vera með hérna finish sem í raun bara ein lína hérna. Að þegar núna eins og ég sagði á hann, við þurfum að fjarlægja alla email listerana. Þannig við þurfum að byrja á því að finna í raun hvaða item á að eyða. Svo þurfum við að finna í raun checkboxið, fjarlægja email-handlerinn, þetta fjarlægja email-handlerinn og þennan hér og fjarlægja email-handlerinn og síðan fjarlægja nóðuna. Þannig að við þurfum að gera það bara hérna, sem nákvæmlega það sem gerist hér. Finnum checkboxið, finnum textan, finnum takkan. Síðan fyrir hvert og eitt, fjarlægja klikkhandlarinn á öllu
og síðan í lokin þá getum við sagt parent.parent node. Þannig að parent er í raun parent node. Þannig að núna er í raun að fara hérna, ég er að segja fyrir þennan hérna eðataka þá þarf ég að fara hérna, ég þarf að finna parent og það er þetta hérna. Svo þarf ég að fara aftur upp hingað og með þessu hérna elementi þá þarf ég að segja remove child sem er þá þetta hérna. Þannig að ég fara upp, ég þarf að fara til langömmu og segja langömmu að fjarlægja barnið sem er móðir mín. Remove child parent. Aftur þetta skemmtilega, svona. Ok, þannig að núna förum við hérna, ítum að eyða, sko, eyðist. Tada, verkefnislistin okkar er búinn. Ef við kláraðum ekki neitt, við eyddum niður fyrir öllu. Þannig að við viljum frekar gera þetta svona. Ok, þannig að nú er í raun seinasta sem er eftir hjá okkur, er í raun að búa til nýtt item hérna. Og þá þarf í raun það sem þarf að gera, er í raun bara að gera allt þetta sem við vorum að gera, tengja alla þessar hluti sem við vorum að tengja, en fyrst er í raun að búa til hlutin. Þannig að þarf í raun bara að nota hana hjálparfallið okkar til þess að búa til þetta skapalúl sem við höfum hérna, eða þetta template. Og það er þá í raun bara að búa til itemið fyrst, þannig að þá kemur það hérna. Itemið er bara li sem er með klassan item, síðan búum við til checkboxið og checkum í það, segjum að þessi checkbox, notum hérna þetta, sendum að þetta sé finish hérna er klikkhandlerinn, svo ætlum við að búa til textan sjálfan og hann ætlar að vera innihalda valueið sem er úr þessu add hérna. Síðan ætlum við að búa til takkan til þess að eyða þessu og kemur það hérna eftir. Já, svona, já, og þá erum við búin að búa til 4 element hérna sem öll bara lifa í sínu eigin tómarúmi. Nú þurfum við að tengja öll saman og þá sérlega þurfum við að setja þau í réttri röð. Þannig við þurfum að setja fyrst inn það sem á að vera aftast, af því að svo kemur hitt fyrir framann og svo hitt fyrir framann. Öfugt segi ég, fyrst checkboxið, svo kemur textinn og svo kemur takkinn. Og svo þurfum við að bæta við items og items var eitthvað sem við skilgrindum hérna uppi, eða reyndar hérna fyrir neðan. Items er í raun þetta items sem við sendum inn hér, og það er í raun query selectorinn sem að velur hérna listan utan þetta allt saman. Þannig að það er sett hérna sem breyta, þannig að þessi hérna breyta mun halda í vísun í ulið og munurinn bæta þessu við. En síðan í raun þurfum við að vera með hennan formhandler, af því að þetta hérna er form. Þannig að þetta er form hérna sem er með texta og takka sem hendur bæta við. Þannig að þegar ég smetla þennan hérna takka þá er í raun, segi ég núna halló heimur, en ég vil í raun þá finna gildið sem er í takkanum, í inputinu, senda það inn í addfallið og hreinsa út takkan. Eða hreinsa út, ekki takkan, heldur hreinsa út hérna gildið, þannig að ég geti í raun skrifað inn eitthvað annað í staðinn. Þannig að þá þurfum við í raun að breyta því í þessum formhandler. Og þá þurfum við líka aðdáða, sko, ég vil ekki búa til tóma hlutin ef ég íti bara takkan endalaust. Þannig að addfallið okkar var komið, við ætlum að fara hérna aftur í þetta, við ætlum að fjarlægja þetta. Þannig að þá er í raun inputið okkar er formið sem að kemur inn, sem er þá hérna, er target, það er formið sjálft. Query selector form input, þannig að þetta er þá textið sem er hérna inni. Síðan getum við bara sett add input value. Það er komið. Eða, svo næstu því. Þannig að nú getum við farið hérna og sagt ASDF. Aftur ykkur villa hérna. Nákvæmlega sama villa á þann. Þannig að við erum með textil, item, append, child. 96. Hér. Svona. Nei. Textil. Loksins gekk þetta. Ok, ASDF. Yey, það er komið. En núna höldu alltaf sama hérna. Þannig að þetta er svona, við viljum
við viljum fjarlægja valjúið, þannig að þá segjum við bara input hérna input value tómistrengurinn og það getur við gert svona ok, en núna reynda getum við gert svona og ég get gert mörg bil og við viljum koma í veg fyrir þetta að þá getum við bara athugað þegar við höfum hérna fyrir strengi þá höfum við trim sem fjarlægir white space sem þá bil og nýlína og tab úr strengnum að bæði framan og aftan og ef að strengurinn þá með lengd stærri en 0 þá viljum við bæta hann við og trimmum hann fjarlægum hérna white space framan og aftan ég get svona bil, A, SDF og svo fullt af bilum og þá verður þetta bara svona strengur og þá erum við búin að uppfylla klára þetta verkefni þannig að þetta endaði í 140 línum að kóða en það eru svona það eru 2 hlutir hérna sem þurfa að laga sem en svona í grunninn þá þetta hvernig, hvað viljum við að gerist hér í íti á hvað og reyna að finna þá tengingu þegar ég íti á þennan takka þá vil ég eyða hvað það að eyða í þessu tilfelli það bara fjarlæga nóðuna úr þannig að hvernig get ég gert það ég get fundið takkan og ég get fundið út frá kontekstinu sem takkin sem var ítt á hver línan með því að nota þetta traversal eigindi sem parent node og þá getur bara fjarlægt nóðuna úr parent nodinu og svo þegar ég íti á þennan takka og ég vil breyta ykkur svona þannig að þetta bara svona þetta mörg lítil hugtök þegar við komum saman þá getum við búið til eitthvað flókið og þá þetta líka þegar maður að læra þetta í eðlisinu flókin hlutur þannig að þetta æfingin það sem að þarf þá komum við með þetta af verkefni 8